Ég heiti Sigríður Kristín Þorgrímsdóttir og ég er sagnfræðingur að mennt og hef skrifað ýmsar bækur. En bókin sem er að koma út núna heitir Piparmeyjar, Fröken Tóra og saga einhleypra kvenna á Íslandi. Og hérna á þessari fallega forsíðu er einmitt mynd af henni Þóru Friðriksson sem að giftist aldrei og eignaðist ekki börn. Og hún er mikil þungamiðja í þessari bók, ég segi hennar sögu, en þetta er ekki alveg venjuleg ævisaga eða fræðileg ævisaga þannig að ég sé að flétta, ég fer svona á milli. Ég er stundum að fjalla bara almennt konur sem aldamóta konur 1900 sem aldrei giftust eða eignust börn og svona hlutskipti þeirra í lífinu og hvernig þjóðfélagi leit á þær og svo framvegis. En ég tek Þóru sem dæmi slíka konu og hún er mjög verðugur og góður fulltrúi því að bæði var að það að hún var sem yngsta dóttir, þá satt hún svona svolítið föst heima í umönnunarhlutverkinu og giftist sem sagt aldrei. En hún bara var svo ótrúlega flott konu og gerði svo marga merkilega hluti sem er sagt frá í þessari bók. Það sem ástæðan fyrir því að ég veit svona mikið hana er það að það eru til á handritasafninu rúmlega 200 bréf sem hún skrifaði systur sinni. Að vísu náðu þau bara til 1909. En svo skrifaði hann talsett í blöðin og svona hitt og þetta sem ég get notað og byggt þannig upp og mér finnst svo gaman að skrifa svona sögu eins og sögu hennar af því að þetta er svolítið svo bara leynilögreglusaga. Þú ert alltaf að finna einhverja nýjar vísbendingar og uppgötva eitthvað nýtt. Og mér finnst það bara alveg dásamlega skemmtilegt. Og ég vona að mér takist að skila því til lesandans. Forlagið.